öll sem hjartanlega sæl og blessuð. Eins og þið heyrið þá að vera að slá garðana hérna í Súðavík. Mikið að vera, enda fallegu dagur og til þess fallin að vera úti að vinna og njóta lífsins. En í dag ætla ég að heimsækja Vilborgu Arnarsdóttur sem hvað þekktust fyrir það að hafa sett og bara í nánast ein og sér á legg rakagarð. Hún líka þekkt fyrir það að vera fremst meðal jafningja þegar kemur að kleinubakstri. Hvergi betri kleinur heldur á Boggu. Og við ætlum að taka viðtal við hana og fá aðeins að skyggnast inn í það hvað að gerast hjá henni og hvernig hún byggði upp rakagarð og hvernig hún bakar kleinur. Gjörðu svo vel. Sæl Bogga minn og velkomin í viðtal. Takk fyrir. Nú leikur okkur forvitna að vita, hvaðan kemur þú? Ég fæddur Hafnfirðingur en ólst upp í Hvítadal í Dalasýslu og ég búin að búa hérna eiginlega frá því að ég var unglingur hérna fyrir vestan, þannig að ég má segja þessu orðið vesturlingur í dag. Og segðu mér svolítið af þínum högum, hvað hefur verið að gera undanfarin ár? Bara allt. Allt milli himins og jarðar. Allt milli himins og jarðar. Ég veit að þeim sem að horfa leikur mikið forvitna að vita rakagarð. Segðu okkur svolítið frá tilurð rakagarðs. Af hverju rakagarður? Ég byrjaði á þessu 2003 og óskaði eftir svæði fyrir rakagarð og það hafði hann ekkert nafn. En nafnið hefur tilkomið vegna þess að ég var að slá kirkjugarðinn á Eyri og Bjarnabúð og kirkjunni hérna. Þannig að þetta var svona vinnuheiti bara. En svo héldum við hugmyndakeppni nafnið og fólk kom ekki með aðra hugmyndir heldur en það sem var búið að heyra, rakagarður sem er í tengslum við son minn sem lést 2001. En ég fór bara á stað með þetta og með 2 hendur tómar, átti ekki krónu og byrjaði að baka til að finna einhverjum svona fjáröfli. Og þá byrjaði að baka kleinur? Já. Og síðan eru liðin 7 ár frá því að fyrsta skóflustungan var tekin og búið að framkvæma fyrir rúma 20 milljónir og komin ansi mörg leiktæki í garðinn, en garðinn er alls ekki búinn og svona rétt hálfnaður því útivistarsvæðið eftir. Þannig að þú ætlaðir að stækka meira? Já, hugmyndin er að hafa útivistarsvæði hinum með við götuna þar sem er engin leiktæki en gera litla tjörn og aflunasteinar og svið til þess að hafa þarna verið eitthvað skemmtilega uppákomið fyrir hópa og svona hvað sem eða garðurinn ætla að halda kannski einhvern tíðan barnahátíð og svo framvegis. Okay. Við skulum skoða snöggvast smá myndbrot frá garðinum. Það hafa margir lagt hönd á plóginn hjá þér og hjálpað þér. Já, það var í upphafi mjög fljótlega að stofna félag áhugamannafélag rakagarð
Því það var einfaldar og betra að hafa bara eina kennitölu, þannig að þetta væri ekki alltaf mínum reikningum. Og síðan það sama stjórnin sem búin að þetta er lokað félag, en við hefum alltaf auglýst vinnudaga í garðinum á sumrin og það hefur stór hluti bæjarbúa tekið þátt í vinnudögum og hjálpa til og eins gott að hafa þetta bakland sem stjórnin er og dugmikið fólk sem er í stjórn Rakagarðs. Og eitthvað framundan sérstakt í sumar? Nei, nú er ég bara að bíða eftir svari styrkið þannig að ég geti byrjað á útivistarsvæðinu. Það var svona ætlunin að láta móta það svæði, en það Sigurður Friðrik að landslagsarkitekt, hann er að ljúka við að teikna það svæði. Þannig að það var mjög gaman að geta móta það svæði í ár og þetta er mikil handavinna, en eins og segja þetta er jarðvegsvinna með vélum og síðan með höndum. En eins og margir súðvíkingar, þá ertu með fleiri járn í eldunum. Nú ertu komin með gistiaðstöðu. Já, ég er komin með lítið gistiheimili á Langeyri sem heitir bara Gesthús Svanfjörð, gistiheimili Svanfjörð, sem er náttúrulega hér í Álftafirði eða Svanafirði. Þannig að mér fannst bara brilljant að nota nafn sem að bæði útlendingar og Íslendingar skilja. En þetta er yndislegur staður og fuglalífið við tjörnina og við sjóinn og kajakópar geta bara hreinlega lagt upp kajakonum undir glugganum, það sem heitir í Fjörukambinum. Og ég var fyrir miklu upplifun í vetur þegar ég var að vinna í að gera þetta allt saman klárt, að norðurljósin þarna í myrkrinu, þarna niður frá eða þá bara í vondu veðri og hafið. Þetta var, mér langaði að flytja ánga nýtt. Þetta var stórkostlegt. Langeyrin er alveg yndisleg náttúruperla. Hún er það, þetta er einstakt. En svona í lokin, segðu mér svolítið frá kleinubaksturinn, vegna þess að kleinurnar þínar þykja feikilega góðar. Já, það er nú náttúrulega heilmikið dregið úr þeim vegna þess að þegar ég byrjaði á garðinum þá var ég atvinnulaus og bakaði svona til þess að halda tíma vikunni og svona og bakaði því mun meira, en nú er ég náttúrulega önnur kafin við fullu starfi síðan með gistiheimili og Rakagarð. Þannig ég baka örlítið á veturnar fyrir til dæmis eins og bátinn Júlíus Geirmundsson sem er stærsta skipið hérna á Ísafirði. Og allur sá ágóði fer í rekstrarkostnað garðsins, þannig held ég upp í rekstrarkostnaði garðsins. En það því lítið að hringi mig og biðja mig að panta kleinu vegna þess að maður er bara, nóg að gera. Þannig að vantar fleiri tíma í sólarhringinn. Þannig að þó ég vildi þá bara gæti það ekki. Nei. En takk fyrir að koma í viðtal og gangi þér allt sem best.